og hér að fara eigast við HK og Stjarnan í seinni undanúrslitaleik karla í Kjörnisbikarnum. Þessi lið enduðu í öðru og fjórða sæti í Mizuno deildakeppninni núna í vetur. Úrslitakeppnin að fara að hefjast hér eða hófst hér daginn, fyrstu umferð búinn. Með mér Sigurbjörn Árni Arngrímsson eins og áðan. Já, við fáum hérna kynningu á fyrirliðum og þjálfurum og Lúðvík Már Bjarkarsson fyrirliði HK og Massimo þjálfar HK, aðstoðaður af Ólafi og Emil. Benedikt fyrirliði þeirra Stjörnumanna og Egill að þjálfa þá og hann er svona spilandi þjálfari. Hann tók við þjálfun liðsins eftir að Rósalind og Michael hættu jólin eða áramótin og fluttu burt. Þá tók Egill að sér að þjálfa liðið. Hefur gert það bara ágætlega. Ja, hann allavega komið með það í undirúrslitin. Allavega komið með það hingað. Það verður að teljast fínn árangur. Þá reyndar vantar einn af sínum sterkustu mönnum, Kristoffer Ólafsson Proppi, sem á miðjunni. Og aðaldómarinn Sævar Már Guðmundsson, annar okkar alþjóðadómurum. Árni Jón Eggertsson aðstoðar hann. Sævar sennilega einn okkar reyndasti dómari og bara einn okkar besti dómari, hugsa ég. Það verður erfitt fyrir Stjörnuna að leysa það að fylla í skarðið fyrir Kristoffer. Hann er svona þeirra aðal miðjumaður. Já. Ég held að Benedikt eigi að fara af kantinum yfir á miðjunni í þessum leik. Þetta er eins og að Garri Hás, öflugur miðjumaður HK. Og svo er það Stefán, hann er nú venjulega á kanti og þá Máni í uppspili, bróðir Lúðvíks. Andreas spilar sem Díó hér númer 9. Lúðvík er síðan kantur, hann er einnig landsliðsuppspilari, þannig að þeir eru vel stærst þar, bróðir Mána. Og svo er Sergei á miðjunni hjá þeim og að lokum er Arnar Björnsson, svona þeirra aðal líberó. Já, þeir eru með 2 líberóa, Kára Hlinsson og Arnar Birkir Björnsson. Þeir skipta þessu yfirleitt á milli sín. Og svo er það Matthew Gibson og Janis. Síðan er það leikmaður númer 5, hann heitir Ragnar Már Garðarsson. Og síðan Þorsteinn Guðmundsson númer 7. Benedikt Baldursson fyrirliði sem ég held að ég örugglega vera á miðjunni. Og síðan Valgeir Valgeirsson sem kom Þrótti Nesum áramótin. Og líberóin er Ástris, eða ekki? Já, Ástris Bokkovskis. Garri Hás, leikmaður HK, hann fer með himinskautu þegar hann stekkur. Hann er gríðarlegur loftfimleika maður, hoppar hátt og hoppar í uppgjöfum og er nú sennilega undir 50.90 í þeim samt. Hann slær allavega oft út af við í netið, en ef hann hittir völlin þá er ekki gott að taka mótið því. Og það er Þorsteinn Guðmundsson sem byrjar í uppgjöf hjá Stjörnunni. Byrjar með uppspilarinn í stöðu 4 meðan stöðu 5 segi ég og þeir byrja með í stöðu 6 HK. Byrja með henni í afturlínu. Stefán með flotta móttöku og Sergei, já! Byrja með látum og fagnar gríðarlega. Já, spurning hvort að Benni sé jafnvanur, hann er náttúrulega ekki jafnvanur að blokka á miðin eins og Kristoffer. Hann þarf að koma hratt upp á móti miðmönnunum. Og Sergei í uppgjöf, hann er góður uppgjafamaður. Þá vantar Ismar
Hákon, hann lasinn. Og hér kemur Valgeir. Ábært smassi honum. Hann svarar fyrir sig beint. Já, Ísmar kom einmitt frá Stjörnunni í janúarglugganum. Skipti yfir í HK. Fyrirvonandi leikmaður Stjörnunnar. Og þá kemur Valgeir, þeir stilla upp í skugga Stjarnan. Það er reyndar ekki leyfilegt. Stefán Benedikt blokkar. Fín blokk hjá Benedikt þarna. Já, eins og hann var aldrei gert neitt annað en að blokka á miðjum. Nei, hann lét ekki plata sig þarna í þessu leikkerfi. Garri Hás hoppaði þarna himinhátt upp í loftið en fékk ekki boltann. Og þá það Valli aftur í uppgjöf. Stefán. Fín móttaka hjá Stefáni. Nú fær Garri Hás boltann. Í blokkinu út. Já. Slær þarna hon á blokkina, er mjög hátt uppi. Og Andreas í uppgjöf. Ragnar í móttöku, hann lendir í vandræðum með þetta. Þessi bolti fór hins vegar út fyrir lindan eða borðan á netinu, antennuna og er þar alveg úr leik. Móttaka fór þannig hjá Ragnari. Aftur fín uppgjöf, Jannis tekur vel á móti, fær aftur boltan, slær þennan út. Engin snerting. Nei, ég get ekki séð það og engin línu var þarna heldur. Ragnar, fyrir frammi! 4-2 fyrir HK. Þeir eru svona fyrirfram sigur stranglegri hér. Á pressan kannski meira á þeim fyrir vikið. Já. Ætlast til þess þeir sjálfur sér að vinna. Þannig að þeir setja þá pressu á sjálfa sig. Stjarnan sló það nú út í undanúrslitunum í fyrra. Og afturhelding vann Vestra og svo vann afturhelding Stjörnuna mjög ómælt í úrslitaleiknum. 3-0. 5-3 og Stefán í uppgjöf. Til varnar Ostris, Ragnar og Jannis. Uppspilir frammi hjá báðum liðum. Flott móttaki Ostris og Benni fær hann. Kári Vest vel þarna. Andreas spilar upp og Lúðvík slær. Þessir í blokkinni. Új, mótdómari. Já. Þetta er hárrétt. Ostris gerði vel þarna en þetta var svo sem erfitt að eiga við. 6-3. Stefán í uppgjöfin aftur. Aftur Ostris, flott móttaka og núna fær Bennan í Díó og slær í blokkina út. Nei. Hann fór í hann aftur. Hann fór í hann úr blokkinni. Já. Benni slær í blokk í sjálfan sig aftur, blokk í hann aftur og út. Og í þessari stöða því að Benni er svo sem ekki miðjumaður þá spilar uppspilarinn bara á miðjunni og fær mann. Og þá kemur Benni fyrir framan hann í miðjuna og Ragnar slær í blokkina. Frábær háar þarna hjá Garri Hás. Já. Boltinn klíndist þetta beint niður á dúkinn. 8-3. Nú er spurning hvort meginn Benni að koma núna. Í stöðu 1 eða stöðu 2 eða 3. Hann kemur í stöðu 3 og fær hann þar. Garri Hás í blokkinni, Andreas, Máni og Garri Hás aftur og Benni í þessum en út af. 9-3. Já, hérna hér. Erfið byrju hjá Stjörnunni. Já. Fyrir að ná að losa þessu stöðu. Gibson og það er Ragnar, slær, Stefán Slær hann í annan. honum, Benedikt. Slær þetta í. Lúkurnar á Mána. Hann fer í netið, Máni. Og fór Máni í neti líka. Dæmt á net. Bolti fór í gólfið þessu, þannig að það hafði ekki stór áhrif. Fínt stig hérna hjá Stjörnunni. Þeir eru búin að leysa stöðuna. Og Máni og það er Lúðvík. Já, en Klauvalegt þarna. og netdæmt. Klauvaleg móttaka þarna á Jannis. Hann átti nú að gera betur þarna en það kannski hefði ekki skipt máli. Út af nesnertingunni. 10-4. Þá sjáum við Garri Hás örugglega að hoppa. Já.
Þetta er Frábær uppgjöf. algjörlega frábær. Hann kemur aftur. Vel gert hjá Valgeir. Og Valli slær hann svo aftur. Já, Sergei Björn fín barátta hjá Stjörnunni þarna í vörninni og aftur verjast þeir vel. Frábært hjá Gibson. Garri House fær hann. Sergei fær hann á miðjunni. Janis með. Lágvörnin frábær hjá Stjörnunni. Ragnar slær út. Óheppinn þarna Ragnar. En Frábær skorpa hann. þetta er svolítið skondið að þeir gera þetta býsna oft þegar Garri House er í uppgjöfinni að hann kemur bara og spilar díóinn í afturlínunni. Fylgja miðinn í framlínunni og slær úr díóstöðin í afturlínunni, stöðu 1. Þeir hafa ýmsar lausnir fyrir hann. Kemur hann aftur. Þessi var hann sennilega úti. Frábær móttaka. Já. Glæsileg móttaka þarna og Þorsteinn Heppinn. treður þessum yfir. Og Janis tekur á móti. Ostris og Ragnar setur fingurslægi. Sett hann bara hátt. Lúðvík kemur honum inn á. Gibson og það er aftur Ragnar. Já! Frábær, glæsileg vörn þarna hjá Garri House. Garri House. Og aftur fær Þorsteinn og laumar. Eru vel að verði. Lúðvík. Þessi blokkinni. Laung skorpa. Valgeir, þetta er óvinnilega laung skorpa í Katablæki og Valgeir fær þannig að setja lausan. Garri House og Þorsteinn og í blokk út. Frábær skorpa hérna. Mikilvægt stig fyrir Stjörnuna. Byrjaði frábæri móttöku frá Ostris en ég held að þessi bolti hefur úti hjá Garri House. Það skiptir engu máli. Skiptir engu máli. Við fengum þessa stórkostlegu skorpu í staðinn. Eitt er fyrirliði á, Benedikt fer út af í afturlínunni. Og þá er Matthew Gibson fyrirliði, Garri House á að slá Díó inn í afturlínunni. Og líberóin Arnar kemur inn fyrir Andreas í staðinn. Þetta getur truflað hérna, truflað ritaraborðið. Menn eru vanir að Díóin, eða líberóin kom inn á fyrir miðjuna en ekki fyrir Díóin. Þetta setur yfirleitt ritaraborðið í vandamál. Já, sérstaklega þegar hann kemur inn fyrir annars vegar miðjumann og hins vegar fyrir Díó. Já, þá er þetta orðið... Arnar Birkir bróðir að þessu, hann hefur lent í þessu oft í vetur. Já. Það var að Gibson, hann er yfirleitt með mjög góð rukkjafir. Já, frábær rukkjöf þarna. 11-6. Flaut vel þarna þessi. Stjarnan aðeins að komast inn í leikinn. Aftur, þetta var góð móttaka hjá Stefáni. Ostris og Ragnar, slær hátt. Í blokkina, ná að verjast. Flottur spil á Máni. Gibson, Ostris, Ragnar aftur. Arnar flott móttaka. Og þessi á Garri House. Það er í antennuna, hann sló í antennuna þarna. Þetta var vel séð þau línuverðin. Já, við vorum báðir með þetta á hreinu þarna. Línuverðinir. Mér fannst þetta ekki svo augljóst frá okkar sjónarhorni. Nei, við horfum á þetta hér. Svolítið eins og dómararnir. Þarna klikkaði Gibson. En Stjarnan aðeins að vakna til lífsins. 12-7. Fín barátta hjá þeim hérna. Máni í uppgjöf. Ragnar. Fín á móttöku þarna og fær boltan aftur og slær. Þetta er inni. Já. Ragnar að hitna. Ragnar Már Garðarsson, hann hefur ekki spilað mikið með Stjörnunni, veitur, hann aðeins spilað í fyrstu deildinni. Tekið eitthvað 1 eða 2 leiki held ég í Mísonó-deildinni. Er hér að stimpla sér vel inn. Frábær vörn þarna hjá Ostris, Valgeir slær, Arnar vel að verði. Andreas hitti hana illa. Nú er tækifæri á Stjörnunni, Janis. Þetta er vel vakandi þarna í afturlínunni. Fín blokk hjá Valgeir. Aftur fær Andreas spotta laumar. Ostris setur Janis, þetta var erfitt. Þetta er erfitt, Janis var á fullri ferð þarna. Og aftur slær Janis, Arnar tekur á móti Máni og hér kemur Andreas og laumar og þessi í gólfið. Aftur löng skorpa. Gríðarlega barátt í báðum liðum hérna. Þessu sinni vinnur HK.
þeir eru skiptast á Arnar og Kári sem líberóar. Kári er svona Varnar líberó og Arnar móttöku líberó. Já. Eða frelsingi. Valgeir og þetta frábært smass hjá honum. Neglir hérna beint í gólfið. Já, ég stundum að velta þessu fyrir mér. Benni er búinn að taka móti fyrir Stjörnunni í allan vetur og svo hann leiðan að byrja að spila miðju, þá hann tekinn út í móttökunni. Auðvitað vilja nota Ostris, en það spurning hvort ætti frekar að skipta honum við einhvern annan, ég veit það ekki. En Þorsteinn í uppgjöf, Arnar, Lúlli og Sergej. Vel gett þarna á HK, sóttu hratt. Móttakan hröð fram og keyrðu þetta bara mjög hratt, þetta kerfi. Sergej er í hörku formi nefnilega. Kemur hér, setur háan bolta, Janis tekur á móti. Gibson og Valli fær hann. Já, slæðir hennar niður eftir strengnum, eftir línunni. Í Sergej og minkar í 14-10 held ég. Flottur leikur sem við erum að sjá hérna. Bæði lið að sýna sína bestu liðar. Já, Stjarnan aðeins að lífna, þeir voru voða daprir í upphafi en þeir eru að komast inn í hérna leik. Þetta var flott. Vel gert hjá Lúlla og Andreas slær. Nei. Slær þetta lengst út, þetta fór í auglýsingaskilti. Já. Hitti þennan greinilega mjög illa. En fast. En fast var það samt. 11-14, Stjarnan. Þeir spiluðu frábæran leik á móti Þrótti Nes til að komast hingað. Það reiknum flestum að Þróttur myndi vinna þann leik. En þessi flýt hjá alla út. Já. Hann flaut og hátt þessi hjá honum. 15-11, Andreas í uppgjöf. Janis. Matthew Gibson og Janis aftur í blokkina. Þetta er á lífi ennþá. Garri House og vel gert hjá Mána. Flott stig hérna hjá Mána. Sextán 11. Andreas setur henni í netið. Gól 16, Janis kominn í uppgjöf fyrir Stjörnuna. Stökk uppgjöf, slæðir hennan langt út, nýtið hennan ekki vel. En hann getur tekið flottar uppgjafir. Kemur Stefán. Ostris, Gibson og Ragnar slæðir hennan út. Já. Engin snerting þarna. 18-12 er slæmur kafli hjá Stjörnunni núna en aftur á móti náttúrulega góður kafli hjá HK. Stefán gefur upp. Vandræði þarna hjá Janis. Ekki leysa þetta vel Stjörnumenn. Og fína sókn út úr þessu. Stefán bjargaði vel. Andreas úr afturlínunni. Og þetta var ekki nógu góð framspil þarna. Nei. (19-12) Aðeins að togna á milli liðana hérna. Stefán Janis, þetta er lágt. Ragnar setur blokkina og þeir fara hérna hver annan þveran. En Lúðvík leysir þetta bara. Já. Sá að tveir af sínum mönnum lágu, þannig að hann þurfti að klára þetta. Og Stjarnan tekur leikli. Skulum heyra hvað þeir hafa að segja. One thing, our block, Benny, our block is going up and then over, okay? And they're hitting us before we get our hands. Þú þarft ekki svona aggressíft á að Lúlla. Þetta er fínt, en þetta er eina. Þú ert að fara hérna upp og áður þú nær að setja hendurnar yfir, þá ertu að fá boltinn yfir. Okay. Innri hendin. Hey, let's go, keep fighting, let's go. Give me the ball. That's a good stay. Stay aggressive, let's go.
Já, Valli vildi fá boltan, þeir voru að stilla blokkina af hjá Benedikt, hann var á seinna að setja hendurnar yfir og þeir eru að lemja í hendurnar á honum áður en að setja þær yfir netið og svo endaði Valli leikliða bara gefið mér boltan, gefið mér boltan. Hann vil bara fá að berja, hann sóknarmaður. Hann vil fá að sækja, hann vil fá þetta bolta upp. Stefán, Jannis og það Ragnar Slær þetta í blokkinu út. Þetta í touch. Þarna ætluðu nú HK-menn eitthvað að reyna að nappa endurtekningu. Á hverju? Á því að bolti kom hér rúllandi, en hann var aldrei nálægt veruleik. Flott móttaka hjá Stefáni og Gary House. Á vörni á Valgeiri, þetta flott vörn þarna. Annars sést hjá HK og þessi hins vegar beint í gólfið. Það verður gaman að sjá þá kljást ef HK fer í úrslitin. Gary House og Quintin, þeir hoppa himinhátt báðir. Og þá Gary House komin í uppgjöfina. 21-13. Og hann hoppar nokkuð örugglega. Og slæðir út af. Slæðir þennan út. Þetta gerir svo stundum. Eða... Þeir menn reyna þessar föstu uppgjafir að það erfitt að hafa stjórnað þeim. Þetta erfiðar uppgjafir að framkvæma. Kemur Gibson, flott bolti á Stefán, Máni, þessi var erfiður, vel gert í boltinni. Og Ragnar slær þetta í blokkinu út. Ragnar að hitna meir og meir. Hann að koma vel inn í stjörnuliði núna, hoppar hátt þessi strákur. 21-15. Gibson, Stefán og Gary House þennan afturlínunni, setur hann í andernuna. Þetta fór í andernuna. Það alveg rétt, ekkert við þessu segja, 21-16. Stjarnan aftur komið með nokkur stíð röður, aftur farið að nálgast HK. Og voru búin að minnka þeir í 3 áðan, þeir eru búin að minnka þeir í 5 núna. Kaflaskiptur leikur svona svolítið. Stefán, Máni og það Lúlli sem fær þennan. Hábær sókn þarna. Uppspilið mjög nálægt og gefur Lúðvík tækifæri til að setja mjög bratt niður þarna. Hann eins og sé ég kannski þekktari sem uppspilari. Nú í landsliðinu sem uppspilaði lengi, hann búinn að vera slæmur í hendi og að slá í vetur og Máni bróður hann spilar upp. Lúðvík hefur komið engar vel út í þessu nýja hlutverki í vetur og staðið sig gríðarlega vel. Þeir eru svona einn af betri kantmönnum tímabilsins hingað til. Sergi vildi fá touch á þennan, já, ég var sammála því. Já, línudómar grófu merki það. Tuttugu og 3-17. Lúðvík Nóri uppgjör. Ostris. Það Valli. Já, slær þetta í blokkina út. Þetta touch. Þá skipting hjá Stjörnunni. Þorsteinn fer út og þjálfarinn Egill Þorri Arnarsson kemur inn á í uppgjöf. Reyna þeir að fá betri uppgjöf. Þá hafa allir leikmenn Stjörnunnar komið í sögu. Já. Flott uppgjöf, Stefán tekur á móti. Andreas fær hann. Ragnar gerir þetta vel og Valli fær hann. Þetta í blokkina. Þá þarna hjá Sergei og Stefáni. Lúðvík aðeins og fljótur þarna. Flott uppspil hjá Arnar. Agli segir. Valgeir slær þetta í blokkinu út. Egill reyndi nú fyrir sig sem uppspilari fyrir 1-2 árum síðan, þannig að fínt að fá hann hann inn til að spila upp boltanum þegar Matthew Gibson þarf að taka fyrsta boltan. 19-23.
Fínar uppgjafir hjá Agli. Þess inni. Þá skipting hjá Háká. Já, það kemur þriðji bróðurinn inn á. Já, Markus. Hann bróðir þeirra Lúðvíks og Mána og þeir eru hérna Markus Ingi. þrír bræður saman í afturlínunni. Já, hann kemur hér í uppgjöf. Og við sáum föðurbræður að spila áðan með Hrunamönnum, Ágúst og Víði. En þeir eru nú aðeins lágvaxnari heldur en þessi þrír. Já. Flott uppgjör hjá honum. Uppgjör hjá honum og klaufalegt hjá Valgeir hérna. Já, Jannis Að Jannis aðeins og seinna mæta þessum, náðu ekki að stoppa sig af í fremst í uppstökinu. 25-19. Fyrsta hreina, 25-19. Háká með frumkvæði þessari hreinu, allar lið byrjuðu mun betur. Stjarnan svona var allan tíman að elta, sýndi góða baráttu en ekki nægilega mikið. Stjarnan hefur ekki úr miklu að móða þegar kemur að varamönnum. Það segir Þorrir sem að getur komið inn á. En Háká hefur hins vegar mun meira úrval af leikmönnum. En þeir leikmenn hafa kannski spila minna í vetur heldur en þeir sem eru í byrjunarliðinu. Og úrslita leikirnir sem fara fram á morgun eru 4 fyrir klukkan 9 á bikarúrslitaleik 3. flokk kvenna. Síðan klukkan 11 verður bikarúrslitaleikur hjá 3. flokki karla. Síðan klukkan 13:30 hefst leikur Þróttar Nes og Háká. Úrslitaleikur í Gjörðisbikar kvenna. Þessi lið bæði búin að tryggja sér þátttöku í dag í úrslitunum. Og síðan klukkan 15:30 eða strax á eftir kvennaleiknum þá úrslitaleikur karla og þar mætast Káa og sigurvegarar úr þessari viðureign. Þannig að það má reikna með 4 hörkuleikjum á morgun hér í Dýranesi. Hvetjum fólk til að mæta, horfa á. Engin breyting á byrjunarliðum liðanna. Benedikt Baldur ennþá í stöðu miðjusmassara eða miðjublokkara. Háká sem byrjar. Sergei fyrir í uppgjöf. Fín uppgjöf á honum. Ragnar í vandræðum með þetta. Aftur Sergi. Aftur setur hann á Ragnar en Ostris stígur inn og tekur á móti. Flott vörn þarna hjá Lúðvík.
Stefán slær og í blokkina og truflar þarna Matt Gibson. Háka byrja vel hérna, 2-0. Sergei Ukjur. Ragnar í móttökunni í vandræðum með þetta. Janni slær, hörku slag hjá honum en Lúðvík með flotta vörn. Stefán. Ragnar tekur á móti og þetta er snerting. Töts á vörnina hjá Háká. Fyrsta stig Stjörnunnar í þessari hrinnu. Já, þeir veitir ekki af að byrja hratt. Þeir megi ekki biðja að lenda svona langt undir eins og áðan. Þeir gerðu 2 atlögur að Háká en það dugði ekki til. Andreas. Fín vörn þarna hjá Valgeir og Janni slær í blokkina. Mánu vel að verði. Stefán fær þennan, slær líka í blokkina en Matthew Gibson ver. Miskilningur þarna hjá Stjörnunni og Háká kemur hratt. Stefán slær í blokkina, Valgeiri út. Já, þeir voru eitthvað að vilja fá töts á þennan bolta Stjarnan, ég held að það hafi ekki verið. Ekki svona frá okkur séð. 3-1 og Andreas í Ukjur. Jannis, Matthew Gibson og Valli í blokkina, Austris undir. Gibson aftur og nú fær Jannis boltan í blokkina og niður. Já. Flott Howard þarna hjá Háká. Fjögur eitt. Andreas enn í Ukjur. Ragnar, Gibson, Jannis. Slærandi í hausinn á Gary House. Þetta var rosalega flott hjá þeim Mána og Gary House. Erfiður bolt að spila á miðjuna, hann setur hann á miðjuna og dundrar hann í gólfið. Það er oft vandamálið þegar menn hoppa svona hátt í Howardinu, menn fá oft smassið í hausinn á milli handana. Benedikt laumar þarna og Gary House slær út. Já, hann getur það líka. 5-2. Valgeir í Ukjur. Já, flottur bolti, fín móttaka hjá Stefáni, fær hann aftur, frábær Howard og Matt Gibson. Lágur til Lulla og Andreas setur léttan yfir og nú fær Stjarnan alla möguleika og það er Benni. Já, flott vörn til Arnari þarna. Mjög vel gert og enn einu sinni sénsinn Stjörnumegin og á laumar Matthew Gibson. Vel gert hjá Andreas þarna og frábær Howard þarna. Þarna var Benni tilbúinn. Þarna voru þeir tilbúinir. Máni þeir geta bara barið þennan. Hann ætlaði að lauma þarna yfir þá, en þeir héngu nógu lengi til þess að ýta honum niður. Fínt stig fyrir Stjörnuna, 3-5. Og Stefán slær lausa bolta niður með línunni og uppspilið á Vel gert hjá Benedikt þarna. Útsinni, það var inni. Þessi er inni. Já, hérna, við sýndist að vera úti, en línu verður alveg vissi. Já, ég held að þessi rétt hjá þeim. Mér sýndist þessi bolti enda á línunni. Valgeir vill fá mók á þennan bolta. Já, ég segi hins vegar. Það er frekar. Já, frekar það. Hver var það sem átti þetta stig? Stefán held ég hafi ítt þessu bolta. Flott uppspil hjá Ásgríms. Jannis svarar þessu bara alveg eins. Með samskonar hreyfingu. Dómarinn búinn að leggja línuna, hvað má og hvað má ekki. Já. Láta reyna á það. Þetta er mjög erfitt þegar þeir eru
íta boltan fyrir framan sig. Það er mjög fín lína milli þess að vera að íta honum og með þess að vera að færa hann. Frábær háarð og frábær vörn. Þetta var lifta. Þetta var lifta hjá Gary House. En 4 dæmdir. Já, Stjarnan er komin tilbaka. Búin að vinka þetta niður í 1 stig. Já, það er flott. Við viljum hafa leik. Við viljum hafa þetta leik. Jannis í uppgjöf, bara Út af. 1.25 út af vellinum. Já, það var óþarfi, þetta var einföld uppgjöf hjá honum. Já. Það var óþarfi að hitta ekki völlin hana. Tók ekki Topp uppgjöf. uppgjöf. Það mun Gary House gera hins vegar. Hann er búinn að ná 2 góðum og 1 yfir völlin. Þessi var frábær. Uppgjöf. Þessi var góð. Hlutfallið hjá hann með 3-1 núna, það er mjög gott. %75% nýting hjá hann í þessum hoppuppgjöfum, en þær eru svakalega þegar það takast. Já, þessi er úti eins og það. Þarna var uppkastið ekki eins gott hjá honum. Þurfti að hoppa þarna Undir boltan. Já, meira upp í hann. Heldur hann áfram. Þá er Benedikt komin í uppgjöf. Fína uppgjöf þarna, flott bolti. Lúðvík laumar. Frábær vörn hjá Valgeiri þarna. Gibson gerir þetta vel líka og þá kemur Gary House úr afturlínu. Það hendur í netið. Flott stig þarna hjá Stjörnunni. 8-7. Góð björgun hjá Valla. Þarna getur jafnað þetta. Benedikt í uppgjöf. Stefán tekur á móti. Sergei fær og setur í netið. Þetta er of lágt. Það var uppspilið ekki nógu gott. Máni tekur þetta á sig. Já. Svo sannum herramanni sæmir. Stjarnan búið jafna, 8-8. Vandræði hjá HK. Frábær sóknar tilþrif þarna hjá Gary House. Tók hann að Langstökk og barði boltan. Blokkin var vakandi þarna og Stjarnan er komið yfir. Já, held ég í fyrsta sinn í leiknum. Já. Máni laumar þarna var Þorsteinn steinsóandi. Hann kom aldrei neitt til greina þarna hjá Mána þarna heldur ekki að lauma. Hann var búinn að snúa sér og allt. Já. Hann var búinn að sýna þetta langarliði. Þarna svaf Þorsteinn á verðinum. 9-9. Flott uppgjöf hjá Mána. Frábær uppgjöf þarna hjá Mána. HK komið aftur yfir, 10-9. Þarna er Valgeir svolítið klaufi, hann á að sjá þetta. Kalla þetta. Stendur þarna á línunni, endalínunni. Og láta sína menn vita. Hvort að boltinn er innið úti. Jannis með flotta og Valli fær þennan og slær í netið yfir. Stefán vel vakandi, Máni og Gary House úr sexunni og slær langt út af. Kemur úr ýmsum stöðum Gary House. Fristinum, tvistinum, ásnum og sexunni. Það er aðal í 5 fjarkanum sem er ekki mikið að smassa. Fín bolltaka hjá Stefáni. Lúðvík slær í blokkina. Frábær vörn þarna hjá Matt Gibson. Laumar yfir. Færi á HK. Andreas. Þetta er flott smass. Bratt og fast. Já. 11-10, HK yfir. Lúðvík komin í uppgjöf. Flott móttaka þarna hjá Jannis og Valgeir og þetta er inni. Glæsilegt stig honum. Slær bara á ytri brúnin og línunni, en það er nóg. Já, þetta var hraður bolti og hratt inn
þarna. Jafna leikinn 11-11 aftur. Ragnar. Já, flott uppgjöf Ragnar þarna. Nei. Þarna var Þorsteinn aftur. Klaufi, hann átti að taka þennan bolta bara aftur. Já. Tók hann í blokkinni og horfði svo á hann detta niður. Enda hristir hann hausinn. Ellefu 12 á klúður í móttöku þarna hjá Ástríðs. Dauðafæri á HK. Þeir láti ekki bjóða sig það tvisvar. Nei. Það má ekki gefa liðið eins og HK fría bolta yfir. Nei, þeir eru svo marga sóknarmöguleika. Þeir eru mjög marga sóknarmöguleika. Valgeir gerir vel hann að hoppa hann eiginlega yfir Matthew Gibson. Andreas með skelfileg tilþrif. Já. Hann er bara að klikka hann. Hann ætlaði að reyna sannlega að lauma þessu bolta en bara hýtti bara boltan enga veginn. Hann bara kiksaði. Já, það er svolítið þannig. Þorsteinn. Vitlaus sendiröð. Það eru Garri Hás og Máni. Já, þetta Máni viti upp á sig sökina þarna miðað við hvernig hann ránkóldi augunum. Já, Máni er líka sko, það skynsamur að hann veit að Garri Hás er heitur leikmaður og þá borgar sér bara að taka þetta á sig og róa hinn niður. Já. Það er bara þannig. Vel gert þarna, blokkinn tekur þetta hjá Stjörnunni og Báðum Benedikt en Garri Hás í blokkinni. Gibson vakant undir. Og enn Garri Hás í blokkinni. Já. Veit ekki hvað það er sem Valli vill þarna, hvort að það meina að bolti sé ekki komin yfir nettið. Þegar Garri Hás tekur hann þarna. Flott móttaka þarna, frábær móttaka í Ástríðs og frábær sókn hjá Valgeir. Hann er í miklu stuði núna. Slæð fast. Er bara að standa sig mjög vel í þessu leik. Flottur leikur í honum hérna. 14-14. Valgeir í uppgjöf. Arnar. Flotta móttöku. Máni. Blokkin tekur það en ekki nóg. Það var Ragnar komið skrefin og framalega. Já. Það er jafnt á öllum tölum hér. Liðið skiptast á að skora. Kemur Stefán. Jannis, flott móttaka. Gibson og Valgeir. Frábært smass hjá alla. Vel gert hjá Kára, en léttur bolti yfir hjá HK. Jannis í blokkina og niður. Já, þessi var í góðum. Tróð þessi gegnum blokkina þarna. Og 15-15. Stjarnan að spila góðan leik núna. Þetta er svona sem þau gerði fyrir austan. Þeir voru hins vegar afskaplega daprir á móti Afturelding í síðustu viku. Já, Afturelding fór létt í gegnum fyrstu umferð úrslitakeppni Vísunddeildarinnar. Sló Stjörnun út í 2 leikjum. Lúðvík slæði þarna í Ragnar út. Garri Hás. Hann er með 3 heppnar og 2 misheppnar. Hvað gerir hann nú? Hoppar. Og í netið. Ekki sáttur. Það eru 3 á móti 3. Benni. Arnar tekur á móti. Andraði yfir móttöku og uppspilið lágt. Frábærlega gert hjá Lúðvíksa. Já, hann er mjög lunginn þarna á kantinu. Leysir þetta mjög vel. Fékk hérna háan bolta svona á eftir sér heila hinn aftan á vellinum.
Valgeir veit ekki hann að vera á vellinu. Einhver vandræði með uppstýtinguna á Stjörnunni þarna. Sergei. Já, þetta vel gert. Hann á HK loksins að slíta sig aðeins frá. 2 stig orðið núna munurinn. Máni í uppgjöf. Flottu bolti í honum, Jannis, frábær móttaka og Valgeir fær þennan. Gary House, Máni, Lúðvík setur yfir, Jannis, önnur sessu Stjörnunni og hann laumar þessu Gibson. Það var Máni klaufið þarna. Já. Hann var komið með hendin undir boltan, ætlaði sennilega að taka pönnuköku en var svona kannski full fljótur niður. Hefði kannski getað lyft þessu bolta upp. Jæja, kemur flott uppgjöf hjá Gibson. Lúlli, flott móttaka, Máni og Andreas. Frábært smash hjá Andreas yfir þarna. Það var engin vörn á móti þessu og eftir leikurinn auðvöldur. Nítján, 17. Lúðvík í uppgjöf. Jannis. Flott móttaka hjá Jannis. Gibson. Þetta er óluleg sókn. Já, hann er eftir línu þarna. Hann var ekki að spila boltanum yfir. Og ef ekki óluleg sókn þá sennilega tvíslag. Já, þetta var mjög einkennilegt slag allavega. Þriggja stiga forskot í HK. Hérna undir lok hrinnunar. En það er nóg eftir afinni samt. Þessi var inni. Já. Valgeir mjög ósammála þessin, ég held að það hafi verið rétt. Það sé réttu dómur frá okkar bæjardyrum og Stjarnan tekur leikhlé. Skulum við heyra hvað þeir hafa að segja. Hey, we're in this, let's go! Hello. Yes, yes. Hey guys, just point to the room. Austin, try to be more aggressive as possible because that one you couldn't do anything, so he has to be like all the time. Hey, it's time to put some work in. Let's go. Oh, Stjarnan! Let's go. Andreas always hits cross. Yeah, with the block in. But it was over. Yeah. On the other side. Yeah. Já, það voru ekki mörg skilaboð annað en það bara. Þeir voru að taka þetta leikli til að trufla. Sögðust bara verið í leiknum en fengu þó frá Arnari Smári í lokin að Andreas slægi alltaf þvert á völlinn. Þurftu að vera tilbúinir. Já, þetta er svona einföld skilaboð, bara peppa menn áfram, halda áfram. Þetta er ekki búið. Lúðvík, Jannis, flott móttaka. Ragnar með gott lag hérna í blokkina. Kári, flottu spil og Andreas. Ekki sló hann á krossin hérna. Nei. Já, vel góð vörn hjá Gibson. Nú þarf hins vegar Stjarnan að setja léttan yfir og nú að HK alla möguleika og það er Andreas sem fær hann. Og hann er út. Já. Hann sló þennan boll út. Hann sló þennan út. Og sló krossin. 18-21. Nú þarf Stjarnan að fá 2-3 stig. Já. Ragnar, Arnar á móti, Máni og það er Stefán sem Það út. Já. 2 stig. Eitthvað hik í sóknarleikum hjá HK núna. Og slá 2 bolta beint út af vellinum. Frábærar uppgjafir hjá Ragnari. Lauma. Þarna var Jannis Klaufi. Og kemur skiptingin. Sama á áðan.
Markus Ingi kemur inn fyrir Sergei í uppgjöf. Hann kláraði síðustu hreinu, þurfti reynda bara 1 stig þá en það 3 núna. Sjáum hvernig hann, hvort honum tekst það. Nei. Nei. Sló þessu betin eftir 20 og 2:20 ætti þetta að vera. Það á að vera tvöföld skipting báðum megin. Já, Þorri kemur inn í uppgjöf fyrir Þorstein eins og áðan og Markus Ingi fer út fyrir Sergei, skipta tilbaka. Búið að skjálfesta þessar skiptingar. Egill Þorri klári uppgjöfuna 22-20 fyrir Háká. Frábær uppgjöf! Nei. Bara inn á miðjan völlinn. Frábær uppgjöf hérna hjá Agli. Beint í gólf. Það eru yfirleitt bestu uppgjöfna sem hitta á milli manna. Skapar oft vandamál. Háká tekur leikhlé. Skulum heyra hvað þeir segja. Guys, now in the line of reception, remember to be always in the 4 meters, okay? Another thing, the conflict zone, okay? Tala, situation in the middle. We go with the priority to the left. Good situation, Maoni. Good situation. Remember what you have to do now, okay? Come on, guys. Let's go. Yes, come on. Já, þeir áttu að vera á 4 metrunum og tala og eitthvað vesen á miðinni, þá hefur vinstri hliðin forgang, sá sem heitir vinstri á að taka þetta. Já. Eða taka til vinstri. Já, taka til vinstri, það er það sem þeir eru að meina. Já. Tekur boltan vinstra megin við þig. Það sjáu það stilla sér upp metra aftan við sóknlínuna á 4 metrunum, sóknlínur á 3. Og þá ætti Ægill nú að reyna að gefa langa uppgjöf. Búinn að fá þá fram á völlinn. Standa mjög framalega núna Háká-liðið. Egill slær. Frábær uppgjöf aftur, bara stuttur. Þeir ná að bjarga þessu. En dauðafæri á Stjörnunni. Nei, nýttu það ekki. Og gott uppspil þarna. Nei. Áhörnin. Gary House hitt ekki boltan, en það... Nóg til að trufla blokkina. Já. Þá kemur Bjarki inn á fyrir Andreas, sýnist mér. Já. Bjarki Benediktsson kemur hér inn í uppgjöf fyrir Andreas Hilmir. Kemur Bjarki í uppgjöfinni. Ragnar og Matthew Gibson. Valgeir fær þennan og slær þennan bara lengst út. Það er 24-21. Bjarki aftur. Jannis með góða og þá er það Benni. Vel gert hérna hjá Kára hins vegar og stoppaði nú aðeins í blokkinu líka. Nei, vel gert hérna hjá Stefáni. Slæði þetta í blokkinu út. 25-21 og staðan orðin 2-0 fyrir Háká. Já. Þetta orðið erfitt hjá Stjörnunni. Við þurfum að fara ansi langa leið til þess að vinna þennan leik.
er ekki við neinu mistökum í viðbót. Og það eru allir leikmenn á skýrslunni nema Nökkvi Freyr Halldórsson og Magnús Ingvi Matthíasson sem hafa komið inn á í þessu leik. Já, það er verið að nýta vel bekkinn og leikmannahópinn. Mikið að vera framöndan í blak lífinu hér á Íslandi. Úrslitakeppni karla hófst í síðustu viku og heldur áfram í næstu viku og úrslitakeppni kvenna hefst líka í næstu viku. Allir leikir sem hægt verður að sýna verða sýndir á Sport TV. Síðan er undir 20 ára landslið karla að fara til Færeyja 21. mars. Spila þar á Evrópumóti smáþjóða. Spila þar gegn Luxemborg og Skotlandi og Færeyjum. Og síðan eru 40 stelpur rúmlega eða eitthvað það held ég að fara í æfingaferð til Ítalíu páskana sem er svona árlegur viðburður hjá kvennalandsliðunum. Aðalþjálfari kvennalandsliðs Íslands er Daniele Gabriotti, ítalskur þjálfari sem hefur svona séð til þess að Ísland taki þátt í æfingamótum á Ítalíu páskana. Síðan eru landsliðin okkar, bæði karla- og kvennalandsliðin, að fara að spila í fyrsta skipti í haust eða í ágúst í undankeppni Evrópumótsins. Þar mun Ísland spila 2 kallaleiki og 2 kvennaleiki hérna á heimavelli í ágúst. Þannig að hvetjum ykkur til að fylgjast vel með því. Þurfum á öllum stuðningi að halda þá. Gríðarlega erfið lið sem við erum að spila við þar. Við sjáum í þessari rinni hefur Stjarnan gert á breytingu að Benedikt kemur í kantinn, Ragnar fór á miðjuna. Ragnar er einn efnilegasti kylfingur landsins. Hér kemur Gibson með uppgjöfina. Og Sergei klárar þetta bara. Þessi hrína byrjar eins og fyrsta. Já. Frábær sókn þarna. Hjá Sergei. Það byrjaði þetta bara alveg eins. Það er spurning hvort að móttakan hvort að móttaka verði betri þegar Benedikt verður kominn þarna. Frábær hávörð þarna hjá Gary House. Sergi með uppgjöf. Það er Benedikt Aftur er HK með flotta hávörn. Þeir eru að loka hér vel á sóknar möguleika Stjörnunnar. Já, byrja þetta mjög vel, 3-0. Kemur Ostris og Benni fær þennan og Lúlli tekur á móti þessu. Máni og Stefán slær og Valli bjargar þessu. Gary House setur hann upp, Máni aftur og Andreas fær hann og slær út. Á snerting segir línuvörðurinn. Þarna var Jannis sá ekki þessu snertingu, hann hefði sannlega mögulega náð þessu bolta. Já, ég sá hann ekki heldur, ég var bara með Jannis í því.
Sergei. Þarna byrjaði Sergei utan við völlin. Það að segja fyrir utan hliðalínuna. Hoppaði þar, stóð með fótinn fyrir utan þegar hann hoppaði upp og það má ekki. Það verður að athafna sig innan marka. Já, innan sendir Richins. Þessi var úti, það er ekki snerti krannan. Andreas slæðir bara út. 4-2. Benedikt Jökull. Arnar, Máni og Gary House. Bætt uppspil hérna hjá Mána. Flott vörður Gibson, Janni setur léttan yfir. Allur möguleikin HK megin og Gary House fær hann aftur. Frábært smart hann. Það er erfitt að verðast þessu. Þetta er nánast óverjandi. Já. Nánast. Getur verið heppinn og ferðið í þig. Já, einmitt. Það er að vera einhvern veginn þannig. Flott móttaka hjá Astris, Valgeir, en enn er Hávardinn hjá Gary House. Stórkostleg. Og það er leikleið hjá Stjörnunni. 6-2. Hey, we need to cover our hitters. Like full save. Okay. Yes. It's not complicated. Just go there. Stay ready. Take it off. We have to cover our hitters. Let's go. Come on. Take it focus. You got 10 seconds. Wait. Hey, this is not a rocket science. Let's just, for me, I can step it a little bit higher, not that fast, because it's fast, that's bad for him, because it's a small ball. Guys, take a breath and let's play. Engar stóra breytingar í þessu leikliði. Bara skerpa á hlutunum aðeins, gera aðeins betur. Og kemur þetta á frábær vörn þarna hjá Astris. En ekki var þessi síðri. Nei, og Astris var alveg komin undir þetta. Það var bara svo gríðarlega bratt að hann náði þessu ekki. Nei. HK spila mjög vel. Hávardinn í HK algjörlega til fyrirmyndar hér í uppæði þriðurinu. Nei, þá setur Andreas í netið. Þá er Ragnar kominn inn í framlínuna, sjá hvernig honum gengur á miðjunni. Hann er örugglega ekki vanur að spila á henni. Kemur í blokkina en blokk út. Velslegi á Stefán Anna sló utanvert í blokkina. Ég frétt að Ragnar að vera rangískum ættum. Það er örugglega fyrsti blakkarinn sem kemur úr Rangárvalli síðustu sem Samúel Örn var og hélt. Klárlega mikið líðandamaður, þessi strákur. Mikið sprengikraftur í honum. Þetta er svolítið merkileg þessi tengingi milli Blacksins og golfsins því að Ævar smassar hjá Kámanum er mjög góður golfari líka. Þetta var ekki gott smass. Nei. Hann sló þennan bara langt út fyrir. Staðan væntanlega hefði ég haldið 6-8 en kannski 5-8, ég ætla ekki að Það er einhver á vangaveltur þarna á stíðaborðinu. Já, ég sé að stendur 4 á rittaraborðinu, það er klárlega rangt því þeir voru með 4 áðan Stjarnan. Þeir eru allavega með 5 ef ekki 6. Átta 5, staðfest staða. Átta 5, Valgeir í uppgjöf.
Stefán og Garri House. Þarna hitt hann völlin. Fer í uppgjöf. Frábær sóknarlega á HK. 9-5. Flott móttaka í Hástrísin, aðeins og löng. Já, Máni klaufið þarna. Gibson stóð sér mjög vel. Þarna kom nú eitthvað fyrir hjá Garri House. Hann ætlaði að ramma þarna til þegar hann var að bakka. Gera sig kláran í aðhlaupið. Veit ekki hvort að sjónvarpsáhorfendur sáu þetta. Hann kom nú ómeiddur frá þessu. Það verið kannski einhver blettur á þessu eða eitthvað. Eitthvað hvort yfir auglýsingi sé hál. Spurning þá bara að strjúka aðeins af henni. Það rikkið ofan af henni kannski eða eitthvað. Valli laumast út til að fá sér að drekka og ætla að bleita aðeins, strjúka af auglýsingunni. Það rikkið af. Þetta fer að minna á gólfið í Ídölum, þar sem ævilega þarf að bleita gólfið til að ná betra grippi. Þetta laga þetta með því að þurrka rykið af, þá verður þetta stammara. Já, við skulum sjá hvort að við þurfum ekki að hvort við getum ekki að halda í leiknum áfram allavega. Sævar tala við fyrirliðana. Já, ég ætla að sé að tala við fyrirliðan það að leikmenn með ekki yfirgefa völlinn þó að svona stopp sé í gangi. Löngu stoppi í síðustu viku, fækkaði nú leikmaður fötum, fór úr innanundirskyrtunni og endaði að fá guldspjald fyrir. Þannig að þetta er svona ákveðin ægi og protokoll sem þarf að vera. Já, alla starfsmenn er búinir að stífbóna hér auglýsingaskiltin. Þá ætti alltaf að vera klárt 9-6 fyrir HK. Janis í uppgjöf fyrir Stjörnunni hins vegar. Fín móttaka á Stefáni. Máni laumar. Valgeir vel á verðið þarna. Benedikt setur þetta og vel gert hjá Benedikt þarna. Og vel gert hjá Garri House. Og þessi er úti. Mér finnst allt í lagi með slagið hjá Garri House. Það var spurning með hvort það var færsla á miðjumannin. Já, svona alveg á mörkunum, en Sævar er nú örugglega með þetta á hreinu. Stjarnan vildi hafa þarna einhvern mók þarna eða færslu. Já, menn vilt fá á hitt liðið eitthvað eða það er einhver möguleiki. Það sjálfsögðu. Það er nú partur af þessu. Benni slær þennan, Stefán tekur á móti Máni og það er Garri House úr sexunni. Frábær sókn. 11-6. Máni, Benni, Janis. Já, Benedikt þarna. Já, þetta bendir þá að skila þessu yfir. Já. Klaufi þarna. Kannski að reyna aðeins svo mikið. Það er erfiðri stöðu. 12-6. Stefnir alltaf að verði HK-KA sem fara í úrslitin. En
Þessi er úti. En HK virðist vera að komast með bæði liðin sín í úrslitaleikinn á morgun, bæði karla og kvennagliðið. Það er virkilega vel gert. Þeir á möguleika á að vinna tvöfalt. Og líklega verið teljast ef að þau mæta. K.A. og Þróttur Nes þá verður það teljast svona minni máttar með liðin í þessu. Sennilega litlu liðin miðað við stöðun í deildinni. En Stjarnan er nú ekki búnir að gefast upp ennþá. Benedikt slær þetta í blokkinn og niður. Þetta var vel gert hjá Benedikt, bætir upp fyrir slagið sitt áðan. 8-12. Ragnar í uppgjöf. Fín uppgjöf hjá honum, vandræði hjá HK. Já, þeir leysa þetta vel. Sergei ger þetta vel. Þá kemur Andreas, setur léttan, Valli bjargar þessu, Gibson setur yfir, Máni bjargar. Sergei spilar upp og þeir eru að henda þessu hérna fram og tilbaka og þá fær Gibson síðan sem á smassa og setur lausan. Árnar kemur undir og Andreas og Jannis ver þennan hörkublak hérna. Hér kemur síðan Benedikt í blokkinu og niður. Annar bolt í röð hjá Benna. Frábær skorpa þarna. Jannis með líkil móttöku þarna í afturlínunni. Alveg niður við gólf. 9-12, Stjarnan aðeins að klóra í bakkann. Verða að gera það, þeir með ekki tapa þessari hrínu. Sergei og þarna og Stjarnan einhver vörðu við. Það er svona eins og Stjarnan þurfa að hafa aðeins meira fyrir stígunum sínu samt. Já. Það er eins og alltaf öðru hvora mill þá detta þeir niður í 2-3 stíg og bara eitthvað HK fær auðveld stíg á móti. Það er rosalega dýrt í jöfnum leikjum að fá á sig auðveld stig eða gefa stig. Þarna eru HK að reyna að bjarga þessu. Frábær björgun hjá Sergei og Benni setur út. Glæsilegt baráttu stig fyrir HK þarna. Já, þeir eru með svona agaðari leik HK fyrst mér. Já, þeir er svona að gera minna mistökum. Já, þetta var til dæmis alger óþarfi hér í lokin. Og mistök í móttöku. Benni setur hennan yfir. Þá fær Andreas boltan. Í blokkinu út. Já. Ágáðan að rífa sér hérna frá Stjörnunni. Stjarnan í bölvuðu basli. Móttakan er ekki góð hjá þeim núna þessa stundina. 15-9. Það fer nú að vera síðast síðan fyrir Stjörnuna að stoppa þetta. Þá kemur Valli og slær út. Það fer að verða mjög þungt fyrir Stjörnuna að snúa þessu. Það skipting hjá HK. Magnús Yngvi kemur hér inn fyrir Stefán. Hann er örlítið hærri kant smassari. Og það eru hérna Magnús Yngvi og Markus Ingi á bekknum. Þetta er svona dálítið líkt. Já. Þá fær Benni sénsinn. Sergei slær þetta út. Aðeins og hár hérna. Bolti fyrir hann. Þetta tegja sig upp í þetta. Sergei er svona með lágvaxnari miðjumönnum. En enga síður mjög öflugur. Á gríðarlega stökkkraft. Kemur hratt inn líka. Gibson, flott. Flott uppgjöf í honum. Álulega sókn, ég er sammála þessu. Máni afturlínu þarna. Tók þennan bolta aðeins ofarlega. Sett hann yfir. 16-11. Gibson, Magnús, Sergei og fær tvísla á sig núna. Þeir hamra á Magnús núna, nýkominn inn á. Já.
Lak er nefnilega svo til eineltis íþrótt. Getur verið það. Það er að segja þegar verður að spila hana og lítið einelti á æfingum. Já, flott vörn. Já, hann var gríðarlegu snúringur á boltanum þegar hann barst þarna til Valla. Hann náði ekki að lyfta þessu boltu upp. Hann rann í gegnum hendurnar á honum. Þá kemur Markus Ingi inn á. Fyrir Sergei við uppgjöf. Og sé þetta núna, þetta er þriðja sinn sem við sjáum þessi skiptingu. Virkaði vel í fyrstu hrinu. Hér kemur Benni. Frábært pass þarna. Já, þeir þurfa fleiri svona stjörnumenn ætli þeir að lengja eitthvað í þessum leik. Þá skiptaði baka Sergei og Markus. Freyr Ingi kemur inn á. Benni fer í uppgjöf 13-17, það er ennþá möguleiki fyrir stjörnuna. Þeir eru búin að breyta þessu 16-9 í 13-17. Og ennþá hamraður á Magnúsi. Hann er í bullandi vandræðum þarna. Spurning hvort að Stefán kom inn á aftur fljótlega. Kemur Benni aftur, setur á Magnús, nú tekst móttakan hins vegar. Hann fær boltan og setur í blokk og út. Vel gert hjá honum þarna. Búinn að vera í smá basli eftir að koma inn á, en leysir þetta fínt núna. 18-14, þetta er ennþá leikur. Andreas. Janni slærit í blokkina, Valli tekur við þessu. Annars séðan sjá stjörnunni, Benediktur afturlínu, slæðir út. Sáum þetta mikið hjá K áðan, en það gekk betur þar. Þessi bolti var sennilega aðeins og lár. Já, hann þurfti að vera aðeins hærri fyrir Benna þessi bolti. Andreas í uppgjöf í netið og yfir. Janni slær þetta í blokkinu út. Það er vel slegið hjá honum þetta. Já. Kemur Egill Þór inn á fyrir Þorstein. Já, við séum þessa skiptingu líka í báðum hinum hrinunum. 19-15, þá er aðeins ég væntanlega á 4 metrana. Hákomenn. Já, miðað við skilaboðin aðan allavega. Já, þannig að sýnist mér að stilla hann upp. Standa hérna rúman metra aftan við sóknarlínu. Flott uppgjöf hjá Agli. Flott uppgjöf! Þessi var hrikaleg. Og það nógu först til að leka yfir netið. Ef eitthvað er óverjandi í blakki, þá er þetta sennilega óverjandi. Og laka þetta niður og datt með fram netinu. Á, Magnús Ingi. Nei. Þetta breytist valdajafnvægið í vörninni hjá Stjörnunni. Ásakaði þennan misskilning. Já. Þarna áttir Stjarnan að gera betur eftir. Það var erfið sókn hjá HK. 20-16. Og Magnús. Benni með flotta móttöku, Gibson og Valli fær allan séns í heiminum. Frábær vörn hjá Kára. Frábær vörn hjá Kára og aðeins og mikið læti í HK-mönnum sem voru að taka bolta nr. 2. Já, þeir hefðu alveg getað bjargað þessu bolta. Já, Kári gerði þetta mjög vel. 20-17, það er ennþá smá séns fyrir Stjörnuna. Þeir töpuðu 25-19 og 25-21. Önnur hrinu var allan tíman í járnum. Wow. Já. Það er lítið hægt að segja við þessu. Já. Það er bara að reyna og svo fá þeir hann beint í maður verður eiginlega bara að njóta þegar maður horfir á þetta. Já. Það þarf nú að laga neti núna, hann setti það nú eitthvað á skorðum. Og aðstofadómarinn biður
Hugspilun að laga þetta enda talsvert hávaxnari heldur en aðstoðardómarinn. Já. 18-21. Janis í uppgjöf. Flott móttaka hjá Magnúsi þarna og Sergei. Flott hjá Ástrís. Þarna var Benedikt óheppinn. Það var svona aðeins fólk hérna fyrir honum. Þetta fór nálægt rittaraborðinu. Já, flott móttaka það vörð þarna í Ástrís. Hann hafði ekki alveg að stjórna boltanum nógu vel. Þá kemur Bjarki inn fyrir Andreas. Já, nú kemur hann inn í framlínu. Já, bara til að berja. 22-18. Þá er það bara Nökkvi sem hefur ekki komið inn á. Já, bara Nökkvi sem ekki komið inn og komið inn. Stjarnan tekur leikhlé. Just side out. This is within reach. Let's go. Let's get that pass high. Let's stay aggressive. Cover our finish. Every time, guys. Go there, go down. It must have been just a little bit inside because it went like that. But it came from Gary. Try Já, þurfum við bara að móttöku uppspilsmass. Stjörnunni núna. Við þurfum að gera þetta einfalt. Þurfum að klára þetta núna, fá boltan. Það verða síðasti séns hjá þeim. Janis með fína móttöku. Benni setur léttan, Lulli. Og þá er það Bjarki. Ragnar fær bolt á miðjunni. Fyrsti sem hann fær. Fyrsta miðjuspilið sem hann fær og hann skilar því heldur betur vel. Neglir það niður. Þorsteinn kemur aftur inn fyrir Egil. 22-19. Ragnar var með góðar uppgjafir áðan. Spurning hvort hann er að laga þetta aðeins fyrir Stjörnuna. Þeir þurfa að fara að draga flott uppgjör. Hratt á þá. Nú fór Háka í vandræðum. Valli, Gibson og Þorsteinn. 2 miðjustig í röð. 2 stiga leikur. Og ég sé svo hugur að Ragnar muni setja uppgjöfina á Magnús þegar það hefur verið að setja á mikið og hann núna á síkastið. Hér er einhver reikistefna á rittaraborði. Einhver reikistefna. Eins og fram hefur komið á mun sigurvegarinn á þessu leik mæta Káa í úrslitum Gjörispikars karla á morgun hér í Digranesi. Sá leikur hefst klukkan 3:30. Staðan er 22-20. Ragnar í uppgjöfinni. Spurning hvort þessi töf hafi eitthvað truflað hann. Ekki víst það, hann sendur á Magnús. Sergei fær hann. Janis nær að verja, nei. Ekki nægilega vel þarna. Valgeir gerði heiðarlega tilraun til að hoppa yfir auglýsingaskiltin hann á honum, en boltinn var nú sennilega löngu lendur þegar hann komst loksins yfir skiltin. Já, þetta var ekki 23-20. Þeir verða að stoppa hann núna. Flott móttaka hjá Benna, fær hann örugglega aftur, fær hann. Flott sókn hjá Stjörnunni, þarna kom Benni inn í stuttan. Humátt og eftir miðmannum.
Árni Gibson í uppgjöf. Valla og Benna frammi og Þorsteinn, þetta ætti nú að vera svona þeirra sterkastu uppstilling stjörnumanna. Spurning hvort að Sergei fái bolta núna, já eins og áðan og aftur skilur hann. Þriðja skipti í þessu leik til að leysa þessa stöðu svona. Það var flott móttaka hérna hjá Magnúsi. Skrítið að Stjarnan skuli ekki vera búinn að lesa þetta. Já. 24-21. Jannis og Benni í blokkina, Lúlli Ver, Máni og það Bjarki. En Howard frábær. Og Stjarnan komin í 22 stig, það að hæsta sem þeir hafa komist í þessum leik. Og núna verður Benedikt að ná uppgjöf tveimur og Stjarnan þarf þessi 2 stig til þess að fá upphækkun og þá tekur HK leikli. Tekur HK leikli, heyru hvað Massimo hefur að segja. Guys, positive ball, you know what you have to do, okay? I want in an easy situation, in the long rally, remember that you have also Lulli in pipe, okay? Clear? Yes. I want to say justice. Let's go, play! I'd rather carry spikes. Það var bara að minna á Lúlli, ef það væri löng skorpa þá væri Lúlli í stöðu 5 og gæti alveg lamið þaðan. Já, það er þetta að dreifa spilinu. Já. Menn þurfa að hoppa mikið og hann geta að nota marga. Gefur Benni, Magnús, Lúlli og Magnús í blokkina. Frábær Howard hjá Valgeiri. Aftur. 2 í röð hjá honum. 23 stíð hjá Stjörnunni, náðu þeir næsta stíð og komið þessi upphækkun. Það verður að vinna með 2 í blæki. Gísk og Garri Háls fáið núna boltan. Það svona ekki vitlaust gísk. Hann fær boltan í uppgjöfinni og fær hann aftur. Já, klárar það. 25-19, 25-21 og 25-23. Algjörlega eftir bókinni þarna. Þessi síðasta sókn í HK. Og þeir tryggja sér sæti í úrslitum á móti KA. Það verður HK-KA klukkan 3:30 á morgun eða KA-HK og kvennamegin klukkan, ekki 1:30. Þá verður það Þróttur Nes HK. 2 hörkuleikir og undan því þá mætast yngri flokkar í þriðja flokki. 2 úrslitaleikir kalla á kvenna í þriðja flokki. Klukkan 9 og 11. 9 og klukkan 11. Og það verða eflaust hörkuleikir, liðið frá Þrótti Nes og Vestra og Huginn Leiknir spilar þar líka kvenna megin. Þannig að það má reikna með hörkuleikjum þar. En við þökkum ykkur kærlega fyrir að hafa fylgst með okkur í dag. Marathon degi 12 tímar. 12 tímar. Rúmir. Honum er lokið og við kveðjum ykkur í kvöld. Sjáumst aftur á morgun. Bless, bless. Nýjar vörur, Under Armour kringlunni, Altis Bæjarhrauni, altis.is. Verslunartækni. Allt fyrir verslanir, vöruhús og lager. Verslunartækni, Draghálsi 4. Regis býður upp á nútímalega skrifstofu aðstöðu frá 39.990 á mánuði eða aðeins 1.330 krónur á dag á 6 stöðum á Íslandi í 120 löndum. Eitt verð og allt innifalið. Regis.is. Sport FM.
Tonight, someone in this room is going to be taken. It's a murder mystery party. Oh, this isn't! Guys, make sure you get a piece of this cheese. Those are not the guys that I hired. This is all real. Is this gun real? This is insane! You're gonna have to take the bullet out. A squeaky toy. For the pain. The smarts, huh? Game Night komin í sambíói. Mér finnst bara að það hvernig þetta hefur virkað fyrir mig og hvað það hefur bætt líðan og gefið mér aukna orku til þess að fara í þessa göngu og ganga á fjöll. Daginn eftir þú finnur ekki fyrir neina, sama hvað þau hefur verið að ganga á fjörðin hérna og upp á fjöll. Maður er aldrei með hassberið. Líka það hvað maður er fljótur að jafna sér eftir átök. A war is coming. My son, it is your time. Confrontation ain't nothing new to me. The Black Panther lives. You can bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. The world's gonna start over. This is my time. This ends today. Recognize your false confidence and calculated promises, all in your conversation. Black Panther, komin í bíó. Fermingagjöfin Pólar. Under Armour kringlunni, Altís bæjarhrauni, altís.is. Nú Mjúkís einnig fáanlegur í hálfslítra umbúðum. Mjúkís. Mjúk lending eftir matinn. Kjörís. Lagosje Tobolowski. Takk fyrir það. Þjálfararnir. Það er gestirnir sem byrja með boltan. Þetta í verður inn á línunni. Það er nokkuð pottþétt. Fengilega öflug. En staðan er svo. Gíor verður að vinna þennan leik til að taka efsta sætið. Það eru jú komnar í 8 liða úrslit. Það er veik von fyrir